Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fráfarandi forsætisráðherra, hefur ekki orðið við beiðni okkar viðtal í kvöld. Unnur Brá Konráðsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins og Helgi Hrafn Gunnarsson, Pírati, urðu það hins vegar og þau verða gestir okkar og ræða nýja ríkisstjórn. Lærdóminn sem þing og þjóð ættu að draga af atburðum undanfarinna daga. En við byrjum hjá Helga Seljan, þar eru þau Unnur Brá og Helgi Hrafn sest. Velkomin bæði tvö og Þóra var að vísa hérna í svona improviseringar og spuna eins og það heitir, held ég, en það hefur að minnsta kosti ekki verið mjög öflugt handrit sem hefur verið og stíf dagskrá sem hefur verið unnin eftir í þinginu, en þetta er nú kannski komast svona, í einhverja skorður núna, það er að minnsta kosti það er komin ríkisstjórn, Sigurðar Inga Jóhannssonar, kannski bara, ég þykist nú vita svona hvað þér finnst um þessa ríkisstjórn í sjálfum sér, en svona kannski niðurstaðan eins og hún liggur fyrir núna í dag. Fannst þér svona, og til dæmis sú breyting að fá þarna ráðherra fyrir utan þingflokkin, hvernig leist þér það, Helgi? Ég vil sjálfur sér enga skoðun ennþá á þeim ráðherra, en það er enga reynsla að vinna með honum. En mér finnst eftirstanda í þessu máli eins og með svona málum almennt á Íslandi að minnst ekki nóg mikið gert, minnst breytingar ekki nógu róttækar, minnst ekki nógu afdráttarlaust hvernig fólk ætlar að bregðast við til lengri tíma. Minnst þessi ríkisstjórn ætti að hætta og sýna umheiminum sko að okkur sé alvara með því að sýna meiri ábyrgð í þessum fjármálum öllum saman heldur en við höfum gert í gegnum tíðina. Þess að sko það sem hrunið gerði var það uppljóstraði fyrir heiminum að Íslendingar höfðu bara ekkert sérstaklega mikið vita á þessum fjármálum sem þjóð og sem yfirvöld og við erum fyrir miklu álitssnekki þá. Og þetta auðvitað dýpkar það og svona, rífur upp gömul sár sem kannski voru farin að gróa einhverju leyti, reyndar held ég nú að sko vöxturinn hérna í efnahagnum sé fyrst og fremst út af aukningu ferðamanna, það er farið, en sko, við vorum komin á einhvern stað þar sem að hugsalega við hefum getað lært eitthvað af hruninu og við hefum getað sýnt það hérna, en við gerum það ekki. Menn sko, þessi þrásetu tilhneiging hérna á Íslandi, að menn sitja alveg það til allt í kalda kolum, það held ég að hafi ekki hjálpað okkur hvað var að trúveruleika erlendis, sérstaklega. Nýja þá hvað vart almenningi. Hvað segir þetta? Því ég meina, við vitum svo sem, og það var kannski ekkert allir kannski sagt á opinberlega úr þessum þingflokkum tveimur, Framsókn og Sjálfstæðisflokki. Það er hafa ekkert allir verið mjög kannski sáttir en svona sættast á þetta. En hvað segir til dæmis bara þessa niðurstöðu sem er komin núna? Heldur þetta sé nóg? Já, ég hef lýst þeirri skoðun minni að ég hefði viljað fara aðra leið. Ég hefði viljað miða við ástandið undanfarna viku og miða við hvernig spilin hafa verið að þróast undanförnum vikum. Einfaldlega að vilja kjósa. Ég hef talað það hreinlegra, heiðarlegra og betra fyrir lýðræðið í landinu og fólki í landinu. En það var ekki niðurstaðan. En ég gerði grein fyrir þessum sjónarmiðum mínum í mínum þingflokki. En forysta flokksins komst að annarri niðurstöðu og það er það sem við sjáum hér á borðinu í dag. En varðandi það hvað við eigum að læra af þessu öllu saman, þá er það nú mjög margt sem við þurfum að gera betur. Og kannski það fyrsta að hlusta betur á fólk og kjósendur, vegna þess að við erum nú hér að starfa fyrir kjósendur í landinu og fólki sem býr hér og reyna að vera kannski aðeins meiri virðingu hvert fyrir öðru. Ég held að það sé svona það sem við þurfum að vita og síðan vita allir stjórnmálamenn það að traust er það sem er grundvöllur árangurs í stjórnmálum og við þurfum öll hvert og eitt að líta eigin barm og íhuga það með hvað hætti við getum áunnið okkur sjálfum og þar með þinginu meira traust og við gerum það með verkum okkar og orðum okkar og það verður auðvitað að fara saman, það sem maður segir og það sem maður gerir. Sko, til dæmis bara þetta hvernig, þegar nú kemur þetta mál upp og þarna kemur, og eins og þú vísar í það hvernig erlendir fjölmiðlar til dæmis að fjalla um þetta og hvernig þetta svona Ísland er að birtast heiminum, ég meina, það er svo sem ekkert, það hefur ekkert mikil umræða verið svona efnislega þessi mál þessa vikuna, það er að segja til dæmis
jú, forsætisráðherrann er að segja af sér, kemur nýr forsætisráðherra, en það er ekkert mikið verið að ræða það til dæmis, hvernig við ætlum að læra af þessu, hverju þurfum við hugsanlega að breyta og hvað sé hugsanlega að bara í einhverjum svona kultúr hérna sem veldur því að við þurfum yfirleitt að taka svona marga daga í að ræða hluti sem eru kannski tiltölulega auðveldlega afgreitir annars staðar eða kæmu jafnvel bara ekkert upp þar. Nákvæmlega og ég held að ástæðan fyrir því að það gengur brösulega að fara inn í þá umræðu er vegna þess að við eyðum svo miklum tíma og svo mikilli orku í allt valdabrölti sem að menn eru í áður en að það er hægt að taka einhverja yfirvega umræðu það. Sjá til ef menn hérna væru fljótari og duglegri við það stíga bara til hliðar, ýmist tímabundið eða þar til að endurnýja umboðið, eitthvað því líkt, þá væri kannski hægt að ræða þessi mál af án þess að það var að þvælast fyrir það að það er ennþá forsætisráðherra, ekki núna lengur náttúrulega, en það var þarna mjög lengi, forsætisráðherra sem er inn í þessu öllu saman. Það hefði verið að fara í miklu yfirvegari umræðu sem ég held reyndar ekkert að hafi verið neitt ósangjörn hingað til, en þetta þvælist fyrir að menn eru í þessu valdabrölti á sama tíma. En menn bara stígast til hliðar og gæfu þá umræðanum færi á því að það væri að spyrja yfirvega hvernig ætla að hafa þetta. Er þetta í lagi? Án tillits til þess hvort að það varði völd þessa tiltekna einstaklings akkurat þá stundina. Er þetta í lagi eða er þetta ekki í lagi? Þetta er ekki í lagi, en ég held bara samtalið við, til dæmis, Sigmund Davíð hefði gengið betur, ef þetta væri ekki alltaf líka spurning það hvort það væri að missa völdina eða ekki. En hvað til dæmis með, að því að nú er það nú ekkert sérstakt leyndarmál að það hefur nú kannski ekkert það hefur ekkert rótast alveg undan þessari ríkisstjórn undanfarið af því að það hefur verið ágreiningur stór mál sem hafa verið bara settið föst, önnur ráðherrar gerðir afturreka með mál, þannig að það virkar svolítið hólur hljómur í því þegar verið að tala það að þessi ríkisstjórn þurfa að halda áfram þessum verkum sínum og það eru vissulega stór verkefni sem þarf að vinna úr sem að getur unnist í sátt, en enga síður þá fær maður líka svolítið á tilfinninguna að það sé svolítið verið að haldi í þetta vegna þess að mönnum hentar kannski ekki alveg það að fara í kosningar núna. Má ekki alveg færa rök fyrir því líka? Menn sem hrættir við þessar týpur hérna, Píratana til dæmis. Ég held því fram að Sjálfstæðisflokkurinn sé tilbúinn í kosningar og ef einhver flokkur er klár í það að blása til kosninga með stuttum fyrirvara, þá er það Sjálfstæðisflokkurinn vegna þess að við höfum auðvitað stóran grunn til að byggja og gamalt svona kerfið sem við köllum til þegar það þarf að virkja okkar stuðningsmenn í kosningabaráttu. Þannig að ég til að það hafi ekki og eigi ekki að vera til fyrirstöðu gagnvart mínum flokki. En það kannski snýr öðruvísi gagnvart öðrum. Við höfum séð það að fylgi Pírata er öðruvísi heldur en annarra nýrra framboða sem hafa skotist upp á stjörnuhimininu undanförnum árum sem yfirleitt fara jafn hratt niður aftur. Það er öðruvísi í tilfelli Pírata og ég hef unnið mikið til dæmis með Helga Hrafni og veit að það er full innistæða fyrir því að þeir gera ýmislegt ágætt. Ég hef lesið hans yfir þeirra stefnuskrá, sumt er á hreinu og annað kannski erfiðara að skilja. Þannig að það kannski erfiðara fyrir nýju framboðin að fóta sig á svona skömmum tíma. En það er allt hægt. Allir eiga að vera klárir í kosningar hvenær sem er á kjörtímabilinu. Það er allavega það sem ég trúi á. Og þess vegna hefði ég bara viljað sjá okkur öll stíga inn í þann heim, en það verður ekki. Það er niðurstaðan. En hvað finnst þið til með sjálfur það? Ég meina, það hefur verið gert svolítið mikið úr því að draga svona í sundur þessi mál annars vegar tengt fjármálaráðherranum og svo forsætisráðherranum og svo innanríkisráðherranum. Ég meina, það eru auðvitað kannski munur á þessu, en er hann svo mikill að svo ég spurði þið bara beint, finnst þér til dæmis eðlilegt að Bjarni hefði vikið líka? Ég held að ef við hefðum ætlað að skapa frið, algjöran frið í íslenskum stjórnmálavettvangi til þess að klára mál út kjörtímabilið, þá hefði verið farsælast að allir flokkar hefðu getað sest á leið. Þannig að forystumenn beggja flokka hefðu hugsanlega stigið til hliðar og gert samkomulag við stjórnarandstöðuna ákveðin mál sem að hefði átt að klára, til dæmis útlendingafrumvarpið sem var unnið í þverpólitískri nefnd af fulltrúum allra flokka, gjaldeyrishöftin sem ég tel nú að allir flokkar séu fylgjandi að klára og millidómstigið sem felur í sér breytingar á Hæstarétti sem eru gríðarlega mikilvæga fyrir okkur. Svo þessi þrjú helstu hjartansmál mín séu talin upp. Það var hins vegar varlega að gera það ekki og ég hef ákveðnar áhyggjur af því hvaða starfsfriður er framundan á næstu vikum og mánuðum. Af því hef ég miklar áhyggjur vegna þess að
Ég í pólitík fyrir málefnin og ég tel að flestallir stjórnmálamenn vilji og eigi að tileinka sér það. En þetta með stöðuna sína og valdið þvælist stundum fyrir. Hvar ætlar þú að vera, fyrir hvað sætir þú að berjast og svo framvegis. En þegar þú ert í stjórnmálum, þá verður þú einfaldlega að reyna að einbeita þér svolítið að málefnunum. Vegna þess að þú verður að geta lagst sáttur á koddan á kvöldin og verið ánægð með það sem þú ert að vinna að fyrir fólki í landinu. Hefði Sjálfstæðisflokkurinn þurft eða hefði Sjálfstæðisflokkurinn gengið að því svona auðveldlega að varaformaður Framsóknarflokksins yrði forsætisráðherra ef að fjármálaráðherrann hefði sagt af sér líka? Eins og ég segi, þá ég ósátt við þessa niðurstöðu og ég get bara að tala fyrir sjálf á mig. Og ég hefði kosið það að ganga til kosninga. Annar kostur hefði verið sá sem þú varst að tala hér áðan að vera með annars konar ríkisstjórn, þar sem að þeir helstu persónur og leikendur í þeim mikla þeim upplýsingalegga sem kom fram í vikunni hefðu stigið til hliðar á meðan að verið væri að fara yfir þau mál og klára þau til að skapa þann frið sem nauðsynlegur til þess að koma góðum málum fram. Talandi frið, það var töluverður ófriður í dag í tengslu við það að það kom í ljós að það búið að breyta allsherjarnefnd sem að þið bæði setið í, breyti reglum þannig að nú þurfa menn ekki að sitja eins lengur inn í fangelsi áður en þeir fá að nýta sér svona opnari úrræði eins og áfangaheimili eða rafrænt eftirlit og það bárust fréttir af því í dag að innan við ári eftir að kaupþingstopparnir við köllum þá svoleiðis að fengu langa dóma þá komu þeir í bæinn og fóru inn á áfangaheimili. Hvers vegna var verið að gera þetta? Sko, í þessum nýju heildarlögum sem voru samþykkt nýlega á Alþingi að þá var Fangelsismálastofnun veitt rýmri heimildir til þess að nota rafrænt eftirlit sem í jákvæð þróun og við ættum að fagna. Tímasetningin á þessu sú breyting var aldrei rædd í einhverju samhengi við þessa menn eða efnahagsbrot. Það hins vegar kom inn umsögn sem menn alveg þess verið að skoða og verður skoðuð sem að menn hefðu áhyggjur af því að yrði sett í samhengi sérstaklega við efnahagsbrotamál og sérstaklega í samhengi við þessa tilteknu einstaklinga. Og þá voru áhyggjur af því sem leiddu af sér að það var sett í lögin starfshópur sem á að kanna þær leiðir betur. Nú, það sem gert í fjölmiðlum hins vegar það að það sem endaði sem starfshópur hefur ruglað saman við það sem var samþykkt sem lög fullnustu refsinga. Því að menn halda að það hafi verið gerð einhver sérlög fyrir þessa einstaklinga fyrir efnahagsbrotamálin, sem einfaldlega ekki tilfellið. Þannig að það ruglingur í þessari umfjöllun sem átt sér stað í dag. Hins vegar, sjáðu til, betrun góð. Við eigum, hefðu við átt, má setja þetta upp svona líka, hefðu við átt á nefndarfundi að velta fyrir okkur rýmri heimildum til þess að beita úrræðum á borð við rafrænt eftirlit til handa Fangelsismálastofnun, til þess að Fangelsismálastofnun gæti ákveðið það eftir þeim viðmiðum sem hún fer og auðvitað lögunum, hefðu þá átt að líta á allt hann í málið og hugsa með sér, já nei, við viljum að þessir menn sitji lengur inni. Hefðu átt að gera það? Það sjálfsögðu ekki. Alþingi á ekki að taka fyrir einhver sérstök mál og miða reglur og lög út frá þeim. En hvernig kemur þessi umræða allt í einu upp núna? Því að það oft búið að ræða þetta áður og hefur þetta haft áhrif á og hafið þið fundið fyrir því að það hafi haft áhrif að nú séu þessar típur af mönnum í fangelsi? Hefur það breytt umræðinni? Nei, það hafði ekki áhrif á undirbúnings þessa frumvarps sem kom frá innanríkisráðherra. Það voru fagaðilar sem unnu þetta mál inn í samvinnu við ráðuneytið, það voru meðal Fangelsismálastofnun og fleiri aðilar sem voru einfaldlega bara að reyna að taka mið af betrun og svona aðeins mildari nálgun á refsipólitík og þá hugmyndafræði og það einfaldlega bara þannig að það ekki þannig að þú fáir betri einstakling út eftir því sem hann situr í fangelsi lengur. Það eru til aðrar tegundir refsinga meðal hans samfélagsþjónusta sem hefur gefist gríðarlega vel og við erum með einmitt það vinna í gangi inn í ráðuneyti sem alls nefnd kynnti sér við að útvíkka þær heimildir og eins með rafræna eftirlitið. Það hefur einfaldlega gefist vel þær heimildir sem voru áður í lögum, varðandi rafrænt eftirlit. Og þessar breytingar sem voru samþykktar nú daginn, rýmka þær örlítið, ekki til muna, heldur örlítið, og allsherjarnefnd, eða meirihluti allsherjarnefndar, og öll nefndin vildi skoða það frekar. Hvernig við eigum að nota þetta úrræði meira og þess vegna var þessi starfshópur sem að Helgi vísar hér til, búinn til
Og þau ákvæði voru samþykkt í þinginu að þessi starfshópur af fulltrúum allra flokka sem hún viðstaddir þá atkvæðagreiðslu. Sko það voru svona auðvelt að taka fyrir, þegar það koma sérstaklega óvinsælir fangar til fjölmiðlaumræðu, þá Ég held að sé auðvelt nú taka ekki til mikið af vinsælum föngum Nei, en þetta eru úrræði, þetta eru úrræði sem við viljum væntanlega að Fangelsismálastofnun hafi og geti notað. Og sko auðvitað, ég meina, við getum ekki forast á staðreynd að þessi tímasetning alveg bölvuð fyrir þessa umræðu. Vegna þess að auðvitað mikið í umræðinu aflandsfélög og allt það. Þannig að það er mjög oppileg tímasetning. En sko þessi grein, þetta 30. grein í nýju lögunum, hún er góð. Hún er í grundvallaratriðum góð. Og alveg saman þótt að einstaka fangar séu sérstaklega frægir og sérstaklega óvinsælir. Akkurat. Herðu, við höfum þetta lokaorðin. Takk kærlega fyrir komuna í Kastljós.